Fyrir réttum 4 áratugum síðan, eftir stofnun Hitaveitu Suðurnesja, hófst orkuvinnsla í Svartsengi í Grindavík. Á þessum tíma hefur starfsemi á Reykjanesi í tengslum við jarðvarmaver Hitaveitunar, síðar HS Orku, vaxið gríðarlega. Svæðið frá Svartsengi í Grindavík út á Reykjanes, sem hýsir fjölda fyrirtækja sem nýta sér með beinum eða óbeinum hætti auðlindastrauma frá jarðvarmaverum HS Orku, er kallað auðlindagarðurinn. Starfsemi hans hefur byggst upp á sameiginlegum hagsmunum fyrirtækjanna. Það er, affall eins er hráefni fyrir annan, nálægðinni og nánu þverfaglegu samstarfi. Markmiðið er samfélag án sóunar og að nýta auðlindastraumana til fulls. Skýrasta dæmi í þessu og það fyrsta sem það gerði í auðlindagarðinum er auðvitað Bláa lónið. Fjöldi starfsmanna fyrirtæki í auðlindagarðinum á Reykjanesi verða 1000 á þessu ári. Sjónvarp Víkurhetta hitti Ásgeir Margeirsson, forstjóra HS Orku nýlega, og þá ræddum við hann hluta starfseminnar. Við tökum upp þráðinn við Ásgeir og byrjum á því að spyrja hann út í stórmerkilega starfsemi fiskeldis fyrirtækisins Stolt Sea Farm á Reykjanesi, sem nýtir afgangskælivatn frá orkuverinu til að framleiða eitt dýrasta fisk í heimi, Senegal flúru. Við spyrjum Ásgeir líka út í nýlegan úrskurð í máli HS Orku og Norðuráls varðandi álver í Helguvík og margt fleira. Það er svolítið magnað, eitt af þessum dæmum sem eru nokkuð nýlega er hvernig flatfiskframleiðslan út á Reykjanesi er að nýta vatnið sem þið eru búin að nota. Já, það er eitt stórkostlegt dæmi. Á Reykjanesi eru engir kæliturnar eins og gjarnan eru við orkuver. Heldur eru vélarnar þar sem kölluð sjókjaldar. Ekki það að við leggjum bara rör út í sjó og dælum sjónum úr hafinu, heldur eru boraðar holur við ströndina, 100 metra frá sjó, upp úr þeim er dælt tandur hreinum sjó sem síast í gegnum hraunlögin. Það er ekkert lífrænt í sjónum, hann er algjörlega hreinn. Hann er notað til að kæla vélarnar. Hvað gerist við kælivökva? Hann hitnar, sjórinn hitnar. Hann fer frá okkur, tandur hreinn volgur sjór, í fiskeldi, Stolt Sea Farm. Og þar eru menn að ala kóla, ákveðna kólategund. Við 23 stig, stöðugum hita, árangurinn er meiri og betri heldur en utanhúsræktun í heitum löndum. Af því það er alltaf stýrðar, kontrolleraðar, ef maður segir svo, aðstæður. Með frábærum árangur. Þetta er rándýrafur, þetta er dýrfiskur. Hann er alveg upp í stærð það sem er svona 1 fiskur úr disk. Kannski tæpt hálft kíló fiskurinn. Og þetta gengur alveg stórkostlega vel og þeir vilja stækka. Þetta er magna. Eitt af svona umtöluðum málum sem hafa tengst HS Orku undanfarin tæp 10 ár, eru tengslin við álver á Suðurnesjum. Já, álver í Helguvík. Álver í Helguvík. Já, það var gerður samningur á árinu 2007 af Hitaveitu Suðurnesja við Norðurál í Helguvík orkusölu til álvers í Helguvík sem þá var fyrirhugað. Samningurinn var háður fyrirvörum að eitt og annað gengi upp, að það fengist öll leyfi, að orkan fyndist og að arðsemi væri ásættanleg og orkuverði í þessum samningum var tengt álverði, þannig að hráefnisverð á áli, álverðið var ríkur þáttur. Það var unnið af mjög svo heilum hug í áraraðir við að reyna að koma þessu á, en tókst ekki. Í raun og veru hvorki okkar megin né þeirra megin heldur, álverið var jú aldrei fullbyggt og fyrirvararnir voru aldrei uppfylltir. Þeir voru alltaf á samningum. Og það fór í mál og ferli að gera þess mál, reyndar í tvígang og í seinna skiptið hófum við það mál og töldum að samningunum væri ómerkur, hann væri fallinn á tíma og forsendum. Niðurstaða dómsins núna í lok síðasta árs var sú að samningurinn væri ekki lengur í gildi. Ekki af því að við höfðum ekki staðið við hann eða ekki af því að Norðurál höfði ekki staðið við hann. Við vorum ekki að fara í mál við Norðurál, við vorum ekki að saka þá að hafa ekki staðið við sitt. Heldur utan að komandi aðstæður, fyrst og fremst álmarkaðurinn. Fyrir utan það að okkur hefði ekki tekist að afla allra leyfa til þess að vinna það orku sem til þurfti. Í stóru myndinni, þá má setja þetta í samhengi við það að heimurinn í millitíðinni fór á hvolf árin 2007-2008. Þegar samningur var gerður, þá var álverð og horfur álverð. Þannig að álverðið var $2.700 á tonn og stefndi yfir $3.000 á tonn. Það fór yfir $3.000 rétt fyrir hrun.
Í dag álverðið helmingur af því sem þá var áætlað að það yrði núna, vel undir $2.000. Það að segja orkuverðið væri helmingi lægra heldur menn reiknuðu með að það yrði. Og í sletti þá það bara ekki business, það hefði aldrei gengið upp. Þessar utanaðkomandi forsendur urðu til þess að dómurinn sagði samningurinn ekki lengur til. Hvað þýðir það? Fyrir okkur þýðir það að það ekki lengur svo óvissa sem var áður að ef við til dæmis virkjum í eldvörpum eða stækkum á Reykjanesi að við þurftum að selja orkuna á hálfvirði til álvers sem kannski yrði byggt. Heldur getum við með frjálsar hendur selt það til einhver annara. Við erum að selja orku í töluverðum mæli til gagnaversins og fitjum, svo dæmis í tekið, og til ýmiss konar starfsemi á Ásbrú sem vaxandi og fjölþætt og til atvinnulífs bæði hér á Suðurnesjum og alls staðar annars staðar á landið. Þannig að við erum með frjálsari hendur fyrir framtíðina. Orkan varð ekki til við þennan dóm, en forsendur okkar fyrir að virkja og selja botnuðu. Og þær forsendur eru meðal annars þær að hafa komið ný fyrirtæki á undanförnum árum, undanförnum getur við sagt 5-6 árum, meðal annars gagnaver og fleiri aðalar sem í rauninni að greiða hærra verð heldur en álverið þegar nokkuð tíma gert. Já, sko, orkuverð til iðnaðar á Íslandi hefur verið á uppleið og í raun og veru það orðið þannig að það orðið fýsilegra að selja orku eins og hjá okkur til stærri notaði, svona meðalstóra notanda, iðnfyrirtækja og þess að það starfsemi heldur en til heimila. Þeir borga hærra verð fyrir orkuna. Þannig að í því samhengi, hvort sem fólk nú sammála verið ekki, þá má segja orkuverð til heimila bara eiginlega of lágt. Það segja hvað það var aðrir sem eru til í að borga hærra verð. En af því að nefni það, þá þetta svona eitt af þeim áhyggjum sem almenningur á Suðurnesjum sem átti hitaveitan á sínum tíma. Þetta var gullleiki. Hafði áhyggjur af því þegar þessu var skipt upp og selt og þá myndi allt verða þessum nauðsynjum okkar að fara upp úr öllu valdi. Já. Hverju svarar því? Það bara alls ekki gert. Bara alls ekki gert. Eftir þessa breytingar á eignarhaldi og uppskiptingu þá hefur til dæmis heitavarsamneysla hér í Svartsengi verið stóraukin til þess að mæta aukinni eftirspurn. Verulega fjárfrekar framkvæmdir sem var lagst í til þess að auka framleiðslugetuna á heitu vatni til þess að það væri alltaf til nóg. Það skylda okkar að mæta þessum þörfum. Raforkuna seljum við áfram á samkeppnishæfu verði í samkeppni við aðra á markanum. Þannig að þessar áhyggjur, þær hafa algjörlega engorðið. Þið hafið komið að ýmsu í samfélaginu. Já. Þið hafið látið ykkur verða á annan hátt heldur en bara í þessari venjulegu starfsemi. Já, töluvert mikið og í langan tíma. Við störfum mikið með félagasamtökum, íþróttafélögum, menningu, listum og því sem stundum kallað þeim sem minna mega sín. Við látum af hendi rakna til fjölmargra aðila á hverju einasta ári og viljum gera það. Það okkar hlutverk sem svona fyrirtækis í samfélaginu og við gerum það með stolti. Núna í dag þegar við fögnum einmitt flutningi skrifstofunar hér hingað í Eldborg þá ætlum við að færa gjöf til Orgelsjóðs Keflavíkurkirkju. Svona svolítið á persónulegum nótum þá þetta kirkjan sem ég var fendur í og skírður í og við gerum það með gleði í hjarta. Þannig að svona lokum bjartsýnn á framtíðina hjá HS Orku? Mjög. Það hefur tekist mjög vel til með þessar flutninga, þessar uppskiptingu, starfsmannabreytingar sem því hafa fylgt. Okkur hefur tekist vel að fá til okkar hæft starfsfólk. Það gríðarlega mikilvægt. Hlutur kvenna í sérfræði og stjórnunarstörfum í fyrirtækinu fer vaxandi og við erum í leiðinni að yngja upp. Orkuiðnaðurinn svolítið þannig í eðlinu að fólk lengi í þessum fyrirtækjum. Þannig að meðalaldur starfsmanna hækkar. Þegar ég tók við sem forstjóri fyrir 3 árum þá var ég 52 ára og meðalaldur starfsmanna var 52 ár. Það var skuggalegt. Eitt af mínum markmiðum var að þetta myndi draga í sundur. Minn aldur hefur augljóslega aukist 3 ár, ég var 55 ára. Meðalaldur starfsmanna lækkar og komin svolítið niður. Það nauðsynlegur þáttur. Ekki þar fyrir að við hendum út fullorðnu fólki, síður en svo. Þeir sem eru hoknir af reynslu og geta kennt öðrum eru hér áfram.
En við ráðum til okkar ungt, velmenntað, skemmtilega hugsandi fólk sem sér tækifærin, fær hér góða þjálfun og vinnur stórkostleg störf. En Albert, hugsuðurinn? Hann hættir aldrei. Albert og það fylgir þessu gríðarlega mikið stolt fyrir okkur. Albert náttúrulega maðurinn á bak við það sem hér hefur verið gert í 40 ár. Hann ekki lengur í neinum stjórnunarlegum ábyrgðum eða svona dægurþrasi og hann hugmyndasmiður fyrirtækisins. Hann titlaður hugmyndasmiður. Hann raun og veru gerir það sem hann vill og svo biðjum við hann að hjálpa okkur með eitt og annað. Það alltaf fullt að gera í honum, hann hættir aldrei. Og hann bara glaður að vera áfram og hann nýtur þess einna best að vera með unga fólkinu og hjálpa því fram veginn. Algjörlega ómissandi. Það bara svoleiðis. Glæsilegt, bara til hamingju með flutninginn og gangi ykkur vel. Takk kærlega fyrir, takk fyrir komuna.